Jú, komið þið sæl og blessuð og verið velkomin í þessa beinu útsendingu af verðlaunaafhendingu Akstursíþróttasambands Íslands. Nú vegna aðstæðna þá verðum að hafa þetta svona að þessu sinni og eins og við sjáum að þá er ég með grímu og ásamt öllum sem eru hérna inni með mér. Nú vegna aðstæða þá verðum við að gera þetta svona, það verður ekki þessi hefðbundna verðlaunaafhending eins og venjulega. Og erum við þá í rauninni bara að gefa titil núna fyrir Akstursíþróttakona ársins og Akstursíþróttamaður ársins. En áður en lengra haldið þá kannski formaður Akís komið hérna, það er Helga Katrín Stefánsdóttir og verður með smá ræðu hérna þetta árið 2020. Ég ætla að fá að taka grímuna að mig til að það sé þetta ég geti lesið. En góð kvöldi kæru landsmenn. Á starfsárinu 2020 voru 57 keppnir og keppnistímabilið hófst á fullum krafti í byrjun janúar og það voru haldnar keppnir í hermiakstri en það stóð stutt upp því að í febrúar þá var COVID sem átti eftir að hafa mikil áhrif á allt íþróttastarf í landinu. Það tókst að halda 32 keppnir en því miður þá þurfti að aflýsa 25 keppnum vegna aðgerða sóttvarnayfirvalda og það reyndist oft erfitt fyrir keppnishaldara að halda keppnir og skipuleggja þær með ýmsum höftum sem voru á þessum tíma. Akstursíþróttaklúbbarnir eiga heiður skilið við að hafa unnið eftir þessum erfiðu kröfur sem voru settar á keppnishaldi til að halda því gangandi. Í ár þá starfa 7 keppnisráð og ég vil þakka öllu því góða fólki sem hafa verið í þessum ráðum og sem að sitja í þeim líka í dag. Þau hafa unnið ótrúlega gott samstarf í gegnum árin og það sést að bæði á keppnishaldi og hvernig keppnisráðin að halda utan að keppendur, starfsfólk og einnig áhorfendur. Það sem stendur upp úr árinu er hvernig þau hafa aðlast vinnuumhverfinu sínu sem að hafi verið vegna aðgerðanna. Einnig hafa nokkur keppnisráð verið að vinna að koma unglingastarfi á eða opna fyrir að krakkar á 15 ára aldursári með keppa í akstursíþróttum. Þetta er mjög jákvætt skref í rétta átt við að byggja upp akstursíþróttir í Íslandi. Ég vil enda því þetta sumar með því að þakka öllum keppnisvöldurum, keppnisráðum, starfsfólki, sjálfboðaliðum og sjálfsögðu keppendum fyrir frábært keppnistímabil sem var að ljúka. Þetta var mjög krefjandi tímabil í mikilli óvissu hvort að keppnirnar væru og hvernig þær myndu fara fram. Það er alls ekki sjálfgefið fyrir þessa einstaklinga að taka saman höndum og gera þessa keppni að veruleika og gera þær svona vel. Þið sem stóðu vaktina eigið hrós skilið og ég vil innilega þakka ykkur fyrir þau störf sem þið hafa lagt á okkur til þess að gera þetta keppnistímabil að veruleika. Það var hægt að halda 55% af tímabilinu sem að ég tel að það sé mikil þrautseigja að það hafi tekist. Og ég vil enda því að segja innilega til hamingju með ykkar árangur, allir Íslandsmeistarar og keppendur sem hafa tekið þátt á árinu og ég vona að keppnistímabil 2021 verði ennþá stærra. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta Helga og ég ætla bara að taka undir með henni, alveg magna hvað við náðum að halda margar keppnir og veita marga Íslandsmeistaratitil út af eins og Helga segir, þó þetta voru bara 55% keppna sem náði að halda að þá náðum við að keyra Íslandsmót í svo gott sem öllum greinum sem er alveg magnar. Við náðum að gefa 33 Íslandsmeistaratitla og nú skulum við bara svona renna yfir hverjir voru Íslandsmeistarar. Kannski áður en við förum að skoða það að það eru kannski margir að horfa sem að unnu titil í sumar og eru alltaf fyrir sér hvernig þeir fá bikarinn sinn, þar sem það verður ekki hér í kvöld eins og venjulega, að þá við finnum út úr því á nýja ári, er ekki best að orða það bara þannig að það verður eitthvað hóf eða eitthvað svoleiðis þar sem að Íslandsmeistarar fá sína bikara. En já, nú skulum við reyna yfir hverjir það voru sem að voru Íslandsmeistarar árið 2020.
Það nokkuð augljóst að Aron ætlar bara að sigla þessu heim. Já, þetta voru allir Íslandsmeistarar í akstursíþróttum á 4 hjólum árið 2020 og ég vil óska öllum þessum keppendum til hamingju með árangurinn, en þá var komið að því að veita titlana akstursíþróttakona og akstursíþróttamaður ársins. Nú það var aðeins ein kona valin í þeim flokki og það er Heiða Karen Fylkisdóttir og þá er hún akstursíþróttakona. Það er hún hér blóm og byggar. Nú, já, Heiða var að keppa bæði í rallycrossi og rally og já, kannski við byrjum að tala um rallycrossi. Þar kepptir í öllum keppnum í 1000 flokknum. Já. Hvernig gekk það? Þú endar hvað? Í 10. sæti í Íslandsmótinu, en það var hörku slagur þarna í þessum flokk og fullt af bílum. Þetta var rosaleg reynsla. Já. Að keppa með okkur oft skipti í 2 hít og hún svo mörg. Akkurat. En já, það var mjög skemmtilegt. Já. Og þar náðum við að halda 3 keppnir til Íslandsmeistara og svo náttúrulega Redneck byggarmótið. Já, það geta mótið. Og svo náttúrulega kepptir við í rally sem aðstoðarökumaður með pappaðinum. Já. Og hvernig var það? Það var alveg nýtt fyrir það þess ári. Já, mér var það mjög skemmtilegt sko. Já. Það var mjög áhugavert svona öðruvísi en rallycrossi. Akkurat. Og svo náttúrulega takk ég ykkur til og vinnið síðustu keppni ársins. Það var nú, já, gott í reynslubankan að klára fyrsta sigurinn. Það var mjög skemmtilegt sko. Já. Djúpa vatnið. Vantaði ekki bara pappaðinum betri aðstoðarökumann? Það var loksins kom fyrsti sigurinn þegar þú varst komin í farþegasendur. Ég held það sko. Er það ekki? Til hamingju með titilinn. Takk fyrir. Nú, þá er komið að í akstursíþróttamaður ársins. Það voru 6 tilnefningar, svo margar að ég fara að lesa þér hérna á þessum miða. Það er Vikar Karl Sigurjónsson í rallycrossi, Jón Þór Hermannsson í drifti, Jóhann Egilsson í hringakstri, Ingólfur Guðvarason í torfæru, Valur Jóhann Vífilsson í spyrnu og Ívar Örn Smárasson í rally. Nú, það voru netkosningar þar sem að þið gætu kosið hvern þið myndu vilja vinna titilinn og það eru 2 nöfn sem komast áfram úr þeim netkosningum og svo er það Aki sem að velur annan þeirra og þessi 2 nöfn sem komist áfram eru Vikar Karl Sigurjónsson og Jón Þór Hermannsson og þeir eru með komnir hérna. Þannig að við fáum þá svona hingað inn eitthvað og henda blómum og þá að sjálfsögðu. Til hamingju með þetta, drengir. Og ég kannski áður en að ég segi hvor ykkar vann að kannski svona taka léttspjall. Jón Þór, þú náttúrulega í driftinu. Byrjaði vel, vinnur þar fyrstu keppna. Þetta voru hvað, 4 keppni sem það haldi en það voru 3 sem gilda í opnaflokknum eins og þú varst að keppa. Já. Og já, þú vinnur fyrstu keppna en svo var, já, hörku slagur hérna í síðustu 2. Er það ekki Ármann sem að tekur fyrsta sendi? Jú, hann stóði gríðarlega vel. Já. Virkilega fær ökumæður. Og þú á þínum Lexus, þetta er nú mikið breyttur bíl. Allt of mikið. En þú svona varst núna, kannski ekki núna fyrst, en varst alltaf ná betur og betur tökum á bílum og þetta, já, flottur árangur, náttúrulega Íslandsmeistaratitil. Já, takk. Þetta hafðist. Þetta hafðist og svo náttúrulega kepptur í einni rallycross-keppni líka. Jú, jú. Þú enda bara sæti fyrir neðan Heiðu í Íslandsmótinu, eða eftir 11. sæti? Já. Það er árangur. Já. Er þetta eitthvað sem þú ætlar að halda áfram að gera? Við erum búin að kaupa einn Yaris, þannig Nú, já. Sjáum til hvað gerist. Eina vitið, Vikar, þú náttúrulega í rallycrossinu og rallinu, en það var rallycrossur þar sem aðal árangurinn kom. Verður Íslandsmeistari og ég var hörku slagur í allt sumar við að byrgja aðalega á Pusjónum. Jú, þetta var bara hrikalega skemmtilegt tímabil, sko. Já. Svo settur þú svona, já, kórun á þetta haustið með að vinna
byggarmótið eða ekki líka? Jú, við vorum líka komin með bara 2000 flokkurinn var hrikalega skemmtilegur í sumar en við vorum komin með hrikalega góðan fjölda og flotta bíla í byggarmótið sem að verða allir með á næsta ári, meira og minna og fleiri til. Akkurat. Þannig að það var svona eiginlega rúsínan í pilsuvendunum með þetta að gera að þarna, já, þetta var svakalig barátta og hrikalega skemmtileg. Heyrðu, þá held ég að sé bara komið að því að komast að því hvor þeirra vann þennan titil og það er trommusláttur í samnum með það, það er ekki mikið það á COVID-tímum. Vikar Karl Sigurjónsson, gefum honum gott klapp. Já, Vikar, hvernig er tilfinningin? Hún er bara hrikalega flott. Já, kannski þú kemur hún að næri með það, sko, ég veit ekki hvernig við ætlum að gera þetta. Nei, þetta er bara sirka svona, sko. Ég er bara hrikalega montinn og hrikalega stoltur. Er það ekki? Jú. Og eins og ég talaði á, þú náttúrulega varst aðalega í rallycrossinu, þú varst nú líka eitthvað í rallinu, en eigum kannski að tala eitthvað minna um það? Nei, málið er að þarna, ég elska þetta bæði, en ég verð bara að segja það alveg svo er að þarna, ánægjustigin hafa verið mikið fleiri í rallinu versus árangustigin. Já. En það er samt alveg gaman að koma á einhverjum hálfum bíl út af leið en ná samt að klára leiðina. Ég segi það, þú varst ansið duglegur við það í sumar, með eina keppni sem þú klárar að þú veltir þann bílnum í þenni keppni. Já, tókum 2 vestur, náðum að halda fram og náðum að enda í öðru seti. Akkurat. Þú talaði aðeins um framtíðina í þessum 2000 flokki í rallycrossinu, út af því að það var hörkuslagur í sumar, en þetta virðist alltaf bara fara alveg úr böndunum á næsta ári. Nei, þetta fer aldrei úr böndunum. Það er aldrei of mikið. Nei, það er alltaf hægt að fara ofar en bara það eru flottir keppendur þarna og að bætast við mun fleiri öflugir bílar og ég átti 2 bíla í sumar nema ég sel fyrir byggamótið og selja annan bílinn og ég sel í rauninni öflugri bílinn minn. Já, asnast til persóna. Nei, það var eiginlega, Valdi vinur minn hann sagði nú býtu allar að selja þennan bíl. Ég sagði bara ok, ef ég hef ekki yfirburðina í kraftinum þá sýn ég bara hver er besti keirarinn. Já, nákvæmlega, og þú sýndir það svo sannarlega. Já. Það er svolítið fyrir leiðis. Þetta verður hrikalega gaman og hrikalega bara hörð barátta. Flottir strákar og stelpur að keppa við. Þá held ég að þetta sé bara komið ágætt hjá okkur í þessu beinu útsendingu, er það ekki bara? Og já, enn og aftur til hamingju, drengir og stúlka. Og já, þá bara viljum við segja þetta gott hérna úr Laugardalnum og takk fyrir að horfa og já, vonandi verður 2021 ennþá betra. Það verður mikið betra. Það verður mikið betra. Takk fyrir mig.